Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það komið almannatryggingu sem við rætt svolítið hérna við Rauðaborðið. Við fengið hingað formenn ÖBÍ, Geðhjálpar og Þroskahjálpar til þess að ræða svona sín sjónarmið. Við fengið félagsmálaráðherra hingað til þess að mæla fyrir frumvarpinu. En nú það komið niður í þing og komið tími til þess að heyra afstöðu þingmanna. Hingað eru komnir 3 þingmenn sem að hafa mikið fjallað málefni öryrkja í gegnum tíðina. Það Steinunn Þóra Árnadóttir sem líka formaður nefndarinnar sem með málið til umfjöllunar. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og Jóhann Páll Jóhannsson, þingmaður Samfylkingarinnar. Verið velkomin. Takk. Með þetta í huga að byrja eiginlega á andstöðinni af því að ráðherrann hérna mælti fyrir frumvarpinu hérna daginn. Hvað það sem hver eru kostirnir við þetta frumvarp? Og hver eru gallandir? Og ég að byrja. Já, takk. Ég meina, sko, það náttúrulega meðal annars verið að gera svipaða hluti og voru gerðir með ellilífeyriskerfið hérna 2016. Það verið að einfalda greiðsluflokkana og skerðingarreglurnar, þannig að það verið eitt skerðingarhlutfall og svo náttúrulega verið að innleiða breytingar á fyrirkomulagi endurhæfingar, sjúkra- og endurhæfingargreiðslur og svona gera það svolítið fyrir það að fólk þetta milli kerfa og þetta allt mjög af hinu góða og mjög mikilvægt. En svo eru ýmsir ágallar á þessu frumvarpi sem ég hef gert athugasemdir við og fleiri á þinginu. En mér langar kannski sko áður en við víkjum svona að þessum efnisatriðum aðeins að tala samhengi hlutana sko. Við náttúrulega vitum það öll að öryrkjar, að fólk með skerta starfsgetu, þetta líklega bara sá hópur á Íslandi sem hefur það einna verst og við sjáum það núna frá því að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur var mynduð árið 2017 þá hefur hlutfall þeirra sem eru undir lágtekjumörkum farið hækkandi. Fátækt í þessum skilningi hefur aukist og ein af orsökum þess auðvitað svo að öryrkjar hafa setið eftir og kjör þeirra hafa ekki fylgt launaþróun þrátt fyrir að lögum almannatryggingar kveði skýrt á það. Ein skilvirkasta leiðin til að vinna gegn fátækt að bæta kjör öryrkja og þessu hefur verið lofað mjög lengi að það fari fram heildarendurskoðun á örorkulífeyriskerfinu og við Inga Sæland þekkjum það nú auðvitað hafandi lagt fram ýmsar tillögur og breytingatillögur og annað og að þessu hefur alltaf verið hafnað. Ég veit ekki, þetta ekki tugir frumvarpa meðal annars frá Flokki fólksins. Þessu alltaf hafnað og kemst ekki til afgreiðslu á þeim forsendum að það sé svo mikilvæg heildarendurskoðun á örorkulífeyriskerfinu sem standi yfir og núna sú stund runnin upp og mér finnst mjög athyglisvert sko að því ég í tveimur... Náttu við að hérna komið endurskoðunin en ekki bætunar á kjörum öryrkja. Já, það auðvitað verið að bæta kjör stórs hluta öryrkja í þessu frumvarpi. Ég ætla ekki, mér dettur ekki í huga að neita því. En það sem ég finnst svolítið athyglisvert líka í þessu, ég seti í tveimur þingnefndum, annars vegar atvinnuveganefnd og hins vegar velferðarnefnd og í báðum nefndum eru risastór mál frá ráðuneytum undir stjórn Vinstri grænna. Við erum með breytingar á sjávarútvegskerfinu og við erum með lagareldisfrumvarpið í atvinnuveganefnd. Mér finnst mjög athyglisvert að skoða sko hvernig nálgunin gagnvart hagsmunaaðilum og þeirra sem málið varðar í þeirri vinnu annars vegar og hins vegar vinnunni lýtur að kjörum öryrkja. Í sjávarútvegsmálunum, ég meina þið þekkið verkefnið Auðlindin okkar þar sem útgerðin og allir hagsmunaaðilar í sjávarútvegi eru kallaðir að borðinu og skipaður einhver stærsti samráðshópur Íslandssögunar og svo unnið frumvarp upp úr því samráði. Í lagareldismálinu þá frumvarp samið inn í ráðuneytinu, það fer í samráðsgátt og svo koma fram mjög harðorðar umsagnir frá meðal annars fyrirtækjunum frá samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og það brugðist mjög rækilega við þeim athugasemdum og stjórnsýsluviðurlög milduð og svo framvegis. En þegar kemur að breytingum á örorkulífeyriskerfinu þá fara þær í rauninni fram þessar breytingar, tillögurnar eru smíðaðar í svona lokuðum hópi, stýrihópi og sérfræðingateymi þar sem ekki einn einasti fulltrúi frá ÖBÍ á sæti, engin manneskja með fötlun eða skerta starfsgetu
kemur með beinum hætti að þeirri vinnu. Svo þegar málið kynnt í samráðsgátt þá koma mjög alvarlega athugasemdir frá ÖBÍ og fleiri hópum, fólks með skerta starfsgetu og fatlaðs fólks. Og í rauninni eru allar svona veigamestu athugasemdirnar hunsaðar með öllu. Þannig að þetta svona mjög sláandi munur þarna. Þetta svolítið stór biti. Það annars vegar það að hafi ekki haft samráð við hópana í gerð frumvarpsins. Hins vegar að þó að þarna komi fram margboðaðar endurbætur, að þá fylgir því ekki nægar kjarabætur miðað við forsöguna. Það sem var alltaf verið að bíða með kjarabæturnar. Já, svo eru það gallarnir á frumvarpinu sem ég átti nú eiginlega eftir að fara yfir, en ég vil nú kannski ekki einoka alveg orðið hérna. Má ég aðeins koma inn í þetta? Varðandi kjarabæturnar, þá eru þetta að koma 18 milljarðar inn þegar þetta frumvarp verður að lögum og þeir fara í kjarabætur til öryrkja og endurhæfingar 8 milljarðar á ári? Nei, í kerfisbreytinguna. Það kostnaðurinn við það að gera breytinguna. Ég kann nú ekki alveg töluna hvað verður síðan aukningin á hverju ári vegna þess, en þetta eru þetta peningar sem fara beint í kjarabætur til þessa hóps. Raðast auðvitað svolítið mismikið eftir því hvernig hópurinn stendur nú þegar. Það rétt sem á hefur verið bent að þeir sem að fá hæstu greiðslurnar núna, þeir fá minnstu lækkunina, en það eru hins vegar hópar sem að hafa mjög lágar tekjur sér til framfærslu inni í örorkulífeyriskerfinu núna og þangað kemur mesta hækkunin og það forgangsröðun sem að mér finnst skynsamleg. Hvað hópar eru það sem eru með lága tekjur? Af því að þeir sem eru svona strípuðum bótunum og eru ekki með atvinnutekjur og ekki lífeyristekjur, þeir hækka ekki mikið. Nei, en þeir eru samt nú þegar með hæstu greiðslurnar, það fólk sem að hæstu greiðslurnar úr almannatryggingu vegna þess að þeir hafi ekki tekjur annars staðar, sko. Ekki bara, það líka sko fólk sem að í sambúð og hefur verið með framfærslu uppbót sem að hefur skerst. Nú verið að fella þann bótaflokk út og setja hann inn í stækkaðan og hækkaðan bótaflokk sem að mun heita örorkulífeyrir og það verður til þess að þetta fólk mun koma til með að hækka í tekjum sem ég held að sé mjög mikilvægt því að þetta sá hópur sem að hefur setið hvað mest eftir. Svo langar mig að tala það að varðandi aðdragandan að þessu frumvarpi þá hann auðvitað alveg gríðarlega langur og það hafa verið ýmsar ólíkar nefndir sem að hafa unnið að þessu málum og margar þeirra hafa svo sannarlega haft hagsmuna aðila við borðið sem betur fer. Og því að ég tel að það sé mikilvægt því að það eru gengið frá borðinu já, og ég vil og ég hef reyndar verið í þeim hópi líka sem að hefur gert það vegna þess að mér hefur ekki fundist þær tillögur sem að þar hafa komið fram vera nægjanlega góðar og ekki tryggt afkomu fólks sem með skerta starfsgetu nógu vel. Mér finnst hins vegar í þessu frumvarpi sé búið að ná miklu betur utanum þann þátt með því sem að hér nefnt virknigreiðslur sem þýðir það að ef að fólk verður metið með starfsgetu þá geti það jafnframt sótt það að fara í virkniúrræði. Það fylgir því að þú þarft að vera í virkri atvinnuleit en á sama tíma og þú ekki hefur fengið vinnu þá þér tryggð greiðsla á móti. Þannig að það ekki bara sett í hendur einstaklingsins ef hann fær ekki vinnu þá hafa hann skerta afkomu. Þannig að þetta atriði sem að mér finnst í rauninni vera bara
risastór og mikil breyting til batnaðar á þessu mál. Við reynum að greina þetta aðeins í sundur af því að þetta flókið mál og ég fekk eitthvað 3 af því að við talaðum þessi mál á þingi og það ekkert svo margir aðri þingmenn sem að hafa raunverulega gert það. Þannig ég að reyna að fá ykkur til þess að hlustendur okkar geti fengið svona glögga mynd að þessu. Og þá komið að mér? Já, en að því að við erum með svo mörg mál hérna í gangi. Ég vil gjarna fá að bregðast við þessu náttúrulega sem að hér hefur verið sagt, eðli málsins samkvæmt. Vegna þess að það sem ég að sjá við þetta almannatryggingafrumvarp hér svona stærstum hluta hrein og klár aðför að öryrkjum. Hrein og klár aðför að öryrkjum. Vegna þess að við skulum tala kjarabótina. Við skulum hún talar Steinunn Þóra að hér séu 18 milljarðar settar inn í kerfisbreytingu. Það voru 11 milljarðar hreint útsagt sem átt að fara beint í það að reyna að hækka grunnframfærslu öryrkja. Það búið að fresta í rauninni gildistöku þessa frumvarps til september á næsta ári þegar við vitum náttúrulega að þessi ríkisstjórn verður alveg örugglega búin að leggja upp laupana. En það ekkert sem að hefði þurft að koma í veg fyrir það að þessir 11 milljarðar yrðu eftir sem áður settir inn í það að hækka í rauninni grunnframfærslu sárafátast fólks. Hér nefnir Steinunn Þóra virknistyrkin. Virknistyrkurinn, hann kemur í rauninni inn í það sem við köllum í dag, þess að svo kallu sérstöku framfærslu uppbót. Þannig að sá einstaklingu sem í atvinnuleit, hann á pari við það vegna þess að einn sérstaka framfærslu uppbót, hún felld út. Er það ekki rétt? Já. Þessir einstaklingar sem í atvinnuleit sem með 2 ára, það gefin 2 ára svona rammi þar sem að Vinnumálastofnun kemur að því að aðstoða þig við að leita þar að vinnu, þá ert þú með 285.000 króna örugga greiðslur á mánuði pluss 95.000 krónur í þennan svokallaða virknistyrk. Við skulum gefa okkur það á tímabilinu. Þá einhverja hluta vegna hafður fengið hlutastarf þetta árið og fengið fyrir það 30.000 krónur. Þá fellur virknistyrkurinn niður eins og hann leggur sig. Eins og hann fellur, jú, það rétt, það hárrétt. Þegar var greitt atkvæði þessa aðgerða áætlun í málefnum fallara núna í vetur, þá flokkur fólksins á eini flokkur á Alþingi á eldrauðu og hvers vegna þetta frumvarp líka gera ráð fyrir því þessi aðför sem eins og í þessari aðgerðaáætlun, þessi aðför að fötluðu fólki með sérþarfir eins og á venduðu vinnustöðum, eins og að fá hér daginn út og einn grátandi fólkin á borð sem veit ég hvað það verður núna eins og til dæmis á Múlalund og fleiri stöðum. Ég get bara ekki skilið þann guðlega mátt sem að gera það að verkum að það verða að ráðast á okkar minnstu bræður og systur svona gróflega eins og þessi stjórn að gera. Í 7 ár höfum við lagt fram frumvarp eftir frumvarp sem bætir kjör og aðkoma þessa fólks. Þessu hefur öllu verið fleygt í ruslið. Þeir sem að leiða þessa nefnd núna, almannatrygginga, fyrrverandi formaður Vinstri grænna, Steingrímur J. Sigfússon, Óli Björn Kárason þar á meðal sem að maður hefur margverið að leiða þessar svona stýrihópanefndir. Mér minnir að sé Eygló Harðardóttir og ég man ekki einn enn. Við höfum gjarnan sagt öryrkjar. Ekkert okkur án okkar. Það á ekki við hér. Og það sem að hefur líka verið að gera eins og Jóhann Páll bendir á eins og 2016 þegar öryrkjar gengu út úr þessu samkomulagi þar sem í raunin átti að einfalda kerfið og einfalda þá hvað lítur að til dæmis eldri borgurum vegna þess að þeirra lögin náttúrulega tóku gildi í janúar 2017 þar sem kom fram ákveðin einföldun í kerfinu en öryrkjarnir skildir eftir út af því þeir vildi ekki vera með í þessu partíi og út af hverju vildu þeir það ekki. Það var út af þessu starfsgetumati. Það alveg sama hvað á borðinu núna hvort sem lítur að þessu almannatryggingafrumvarpi afkomu öryrkja eða hvað eina annað sem þetta illa ígrundað. Það munu alltaf einhverjir lenda á milli skips og bryggju og það að lyfta tekjunum upp í 385.000 krónur, húrra, hepp, húrra, sem skattlagt fullum fetum. Eftir stendur þessi sára fátæki öryrki með rétt ríflega 300.000 krónur útborgað og ég kalla það enga gustug og ofreist. Ég kalla það að viðhalda sárri fátækt fólks sem nú þegar í sárri neyð og þessi aðför að fötluðu fólki á sérvernduðu vinnustöðum þau átt að skamma sín fyrir hana. Það hef ég að segja um þetta. Hérna, í fyrstu umferð. Já, þetta svo mörg mál. Eitt að það hvernig var staðið að þessu, þetta búið að vera lengi á leiðinni og það hafa verið ýmsir samráðshópar og samtök öryrkja hafa gengið frá borðinu og þau ekki aðilar að þessu. Þetta ekki gert með í samráði við þau.
það hefur verið hlustað náttúrulega, ég gerir ráð fyrir þeir sem semja frumvarpið, það hefur hlustað á athugasemdir, en það ekki þannig að þetta hefur ekki fengið blessun ÖBÍ eða Geðhjálpar eða Þroskahjálpar, þó svo að þau setja sig ekki upp á móti breytingunum, af því inn í þessu eru þarfarbreytingar, eða ekki? Jú, ég held að það mitt skýrist af því að hér eru við bara ekki með tillögur sem eru í rauninni neitt líkar því sem verið var að ræða árið 2016. Það búið að gera gríðarlega miklar breytingar og þetta ekki rétt sem að Inga segir hérna varðandi... Já, þá setti ÖBÍ upp á móti frumvarpinu eða tillögunum, en það gerði það ekki núna. Já. Það gerði það ekki núna. Nei, en benda vissulega á hluti sem að þau telja að betur mætti fara og eru núna til skoðunar í velferðarnefnd. En sko varðandi virknistyrkin þá það einmitt mál sem að við höfum rætt og hérna ég og Jón Páll sem sitjum í velferðarnefnd höfum átt í samtali við ráðuneytið og það alls ekki meiningin að hann falli niður svona krónu á móti krónu og það og rúmlega það. Já, ég 95.000 á móti krónu. Það ekki, eins og ég hef skilið ráðuneytið, þá það ekki ætlunin og þetta eitt af því sem við erum að ræða hvernig megi skerpa á og skýra betur vegna þess að hann á að vera til þess að hvetja fólk til atvinnuþátttöku án þess að setja það í þá stöðu að það verði rætt að missa framfærslu. Það ekki rétt sem að Jóhann að segja að þegar að ríkisstjórnin leggur fram frumvarp fiskeldi eða fiskveiðar að þá það gert þegar það eru ljóst að svokallar hagaðilar sem eru fyrirtækin sem eru þarna geta sett sér við það, en þegar það verður lagðað fram tillögur breytingar á stöðu öryrkja, að þá það ekki skilyrði að sko hópurinn setti sér við frumvarpið. Ég skila nú sem svo að hópurinn setti sig alveg við frumvarpið þó svo að sjálfsögðu það fólki kjarabaráttu og vill að það sé gert enn betur fyrir sinn hóp. Ég myndi nú halda að annars væru hagsmunasamtök ekki að sinna sinni skyldu í kjarabaráttu fyrir sitt fólk, en líkt og ég sagði þá hafa þau ekki sett sig upp á móti frumvarpinu og Geðhjálp raunar bent á það að hér séu breytingar sem að þau hafa talið æskilegar en vilja svo meiri kjarabætur og það myndi ég líka vilja ef ég væri en það sem allir eru sammála þessi lagfæring á milli það sem að fólk dettur á milli kerfa sem bara löngu tímabært. Ég hef talað við fólk sem hefur verið 3 mánuði tekjulaust af því að detta á milli kerfa og þetta bara allir sammála að verða lag. Má ég ekki svara henni að því hún segja að ég fer ekki með rétt mál? Já, varðandi virknistyrkin. Já, mér langar bara að koma með, ég nú ekki vön að lesa blað en ég með punkta sem ég langar bara að fara beint í og segi bara hreint útsagt stóru gildrurnar í frumvarpi félagsmálaráðherra eru samþætta sérfræðimætið og virknistyrkurinn. Samþætta sérfræðimætið algjörlega óútfært. Eftir breytingarnar þá verður fólk ekki lengur metið til örorku, heldur metið til virkni á vinnumarkaði með öðrum orðum starfsgetu Öryrkjabandalagið eins og Steinunn Þóra segir, það verður að hlusta á hagsmunaaðila. Ef það væri verið að hlusta, ef að virkilega væri verið að hlusta og taka tillit, þá værum við ekki að horfa upp á þessa aðför að þessum hópum og ég myndi aldrei ganga það langt að segja að hagsmunaaðila fyrir öryrkja væri ekki að vinna sína og berjast eins og þeir gætu, en það bara viðtekin venja að nefndir og meiri hluti nefnda gerir það sem þeim sýnist, burtséð frá því hversu mikið og margar umsagnir oft á tíðum berast. Þeir velja bara úr það sem þeim þóknast og ég læst inn Öryrkjabandalagið það hefur kallað eftir því að frumvarpið verði ekki samþykkt fyrir búið að útfæra nánar í lögunum og eiga samráð hvernig hinn samþætta sérfræðimat fari fram og virknistyrkur að fjárhæð 95.000 króna á mánuði, hann einungis greiddur með hlut á örorkulífeyri, það 26-50% starfsgetu, hann aðeins greiddur í 24 mánuði og eftir það fellur hann niður að þeim tímaloknum sem þýðir það að hafi öryrki með hluta örorkulífeyri
þá mun hann sitja eftir með 285.000 krónur á mánuði, punktur. Hann hefur 2 ár til að koma sér í vinnu. Eftir það fellur þessi virknistyrkur niður og hann situr eftir með 285.000 krónur á mánuði og skatlaðar, við skulum taka það fram. En er það ekki þannig að ef viðkomandi finnur ekki vinnu, þá er hann líklega metinn sem þá öryrki og fær þá fullar örorkubætur? Nei, þá er hann bara með virknistyrk, þá er hann bara með hlutaörorkuna og 285.000 krónur. Nei, að þessum tíma liðnum. Það farið aftur í samþætt sérfræðimat en það liggur ekkit fyrir það hvernig það endar þá. Og það er rétt og það er atriði sem við þurfum að taka til skoðunar. Ég var spurður hérna áðan um kosti og galla. Ég kom aðeins inn á kostina en hérna við langar aðeins að fjalla svona það sem ég tel vera stærstu ágallana á þessu máli. Inga og Steinunn hafa fjallað hér virknistyrkin. Ég held að þau ákvæði séu meingölluð. Í fyrsta lagi er það einmitt þannig að virknistyrkurinn í raun fellur niður frá fyrstu krónu sem fólk vinnur sér inn í atvinnutekjur sem þýðir í raun 95.000 á móti krónu skerðing. Þó að tekjurnar sem þú færði fyrir atvinnuna séu lægri heldur en þó það sé bara 1 króna. Já, þó það sé 1 króna. Það er ekki raunhæft dæmi. Nei, það er ekki raunhæft dæmi. Segjum að einhver fái 100.000 krónur í hlutastarfi, þá er ávinningurinn af því í rauninni 5.000 krónur vegna þess að 95.000 krónurna falla niður. Í atvinnuleysistryggingakerfinu ávinningurinn náttúrulega að komast í starf og verða virkur samfélags í atvinnulífinu. En rétt eins og gildir skerðingarnar í dag, þá er fjárhagslegi ávinningurinn nær engin. Í atvinnuleysistryggingakerfinu sem er að einhverju leyti verið að herma eftir í þessu starfsgetumatskerfi sem hér er verið að búa til, þá er fólk þó með frítekjumark, með 84.000 króna frítekjumark til þess að geta gengið í svona tilfallandi störf, segjum að það sitji í einhverju stjórn einhver staðar eða sé að taka að sér eitthvað smotteri, þá er ákveðið frítekjumark þar. Það er ekkert slíkt í þessu frumvarpi. Svo eru þeir gallar á ákvæðunum virknistyrk að þar eru svona ákveðin refsiúrræði sem eru bara mjög gróf. Það er þannig að almenna reglan verður sú að ef fólk tekur ekki starfinu sem býðist eða mætir ekki í atvinnuviðtal eða mætir í atvinnuviðtal en líst ekki alveg á aðstæður og afþakkar starfið, þá verður almenna reglan svo að virknistyrkurinn er felldur niður komplett í 2 mánuði og ef það gerist aftur, þá hann er felldur niður í 3 mánuði í viðbót. En ef ég færi í atvinnuviðtal og líst ekki á vinnuna sem mér boðið, já, þá er almenna reglan svo ef það er ekki einhverjar mjög málefnalegar ástæður og svo framvegis. Það áreindar að taka tillit til aðstæðna fólk, getur þess enda segi almenna reglan er svo en þetta er mjög matskent og við vitum að svona þröngri túlkun hefur hingað til verið beitt hjá Tryggingastofnun þegar kemur að svona atriðum og ekki ástæða til ríkið að taka tillit. Guð minn góður. En fleiri gallar, ég meina hér hefur auðvitað verið komið inn á þetta með kjarabæturnar, að þær fyrir ákveðna hópa eru þær litlar sem engar. Ef framferð sem horfir og eingreiðslan sem hefur verið veitt skatta- og skerðingarlaust í desember og hún hefur verið rökstudd sem sérstakt svona bráðabirgða úrræði vegna þess að heildarendurskoðun og örorkulífeyriskerfinu hefur dregist. Ef fer sem horfir og hún fellur niður á næsta ári, þá er þarna hópur öryrkja sem mun í raun lækka í árstekjum, mun verða fyrir tekjurýrnun á ársgrundvelli. En það ekki öryrkja sem fá örorkumat eftir það því að þeir sem eru komnir með það? Nei, líka þeir sem eru komnir með það vegna þess að sú sára litla kjarabót sem frumvarpið felur í sig fyrir þá er ég að tala um þá sem eru eiga engin eða lítið sem engin réttindi í lífeyrissjóðum, eru kannski gersamlega óvinnufærir, búa einir. Kjarabótin sem þeir fá 4.000 kall eða eitthvað svoleiðis út úr þessu, lækkun eða brottfall eingreiðslunnar gerir það í rauninni að verkum að árstekjurnar verða lægri eftir samþykkt frumvarpsins heldur en ella. En við skulum samt hafa í huga að þessi hópur er með greiðslur sem eru aðeins hærri en lágmarkslaun á hinum almenna vinnumarkaði.
Þar með ég ekki að segja að það séu háar greiðslur en samt til þess að setja þetta í samhengi. Er með hæstu greiðsluna frá TR vegna þess að hann hefur engar tekjur annars staðar. Það er ekki að það sé hærri en lágmarkslaun vegna þess að það fylgir oft mikill kostnaður því að vera öryrki. Algjörlega og þú ert oft til langs tíma. Ég vildi bara setja þetta í samhengi. Þetta er sá hópur sem fær mest frá almannatryggingu vegna þess að hann hefur ekki tekjur annars staðar. Það sem formennirnir þrír hérna í þroskahjálp, geðhjálp og upp í nefndu var hérna matið að það væri svo óljóst í frumvarpinu hvernig það væri. Það sem ég var að segja, það er algjörlega óljóst. Samþætta sérfræðimatið er ótækt sem þýðir í rauninni. Þau voru eiginlega vorkin á þingmönnunum að fá þetta mál til afgreiðslu vegna þess að það væri svo óljóst hver framkvæmdin á þessu máli væri. Og þetta er það sem ég hef kannski hvað mest verið að spyrjast fyrir á vettvangi velferðarnefndar. Hvernig nákvæmlega mun þetta samþætta sérfræðimat fara fram? Getum við fengið að sjá reglugerðina eða dröga reglugerð áður en ætlast þið til þess að eða sendt 5% öryrkjum í gegnum það til þess að sjá hvernig niðurstaðan verður. Það sem í rauninni er verið að biðja er að Alþingi samþykki grundvallarbreytingar á því hvernig stjórnarskrárbundin réttur fólks til framfærsluaðstoðar er metinn og skilgreindur án þess að það liggi fyrir hverjar nákvæmlega þessar breytingar eru. Og þetta er bara stór hættulegt. Þetta er ákveðið valdframsal til ráðherra og til Tryggingastofnunar. Og mér finnst ekki góður bragur á því. Mér finnst og þetta stafar á því að frumvarpið er að koma fram allt og seint og ég skil ekki alveg hvað hefur verið í gangi í ráðuneytinu öll þessi ár vegna þess að þessi vinna hefur verið að malla öll þessi ár kjörtímabilsins. En svo bara og löngu fyrr. Já, löngu fyrr og það er nýbúið að skipa hópin sem á að útfæra samþætta sérfræðimatið. Hann er valla tekinn til starfa síðast þegar ég vissi, ég held að séu 2 vikur eða svo síðan ÖBI og Þroskahjálp tilnefndu sinn fulltrúa í þennan hóp þannig að hann er rétt að hefja störf. Ef ég má stinga einu litlum punkt, bara pínu litlum, þá er hvorki meira en minna heldur en það að það eru öryrkjar, það er þessi hópur sem er verið að fresta kjarabótum við núna til september á næsta ári sem á að greiða fyrir hann á að greiða hluta af þeim kjarapakka sem að ríkisstjórnin setti núna inn í samningana pluss það að þeir óskuðu þá eftir 10 milljörðum meira í arðgreiðslur frá Landsvirkjun og svo núna 11 milljarðana sem þeir eru að taka frá öryrkjónum til þess að setja í þennan kjarapakka og þetta kemur bara fram núna bara alveg gjörsamlega staf fyrir staf í fjármálaáætlun næstu 5 ára. Það er bara gjörsamlega niður njörfa þar og tekið sérstaklega fram að það að fresta þessum 11 miljardar króna greiðslu að það þurfa að greiða fyrir þennan kjarapakka. Þannig að ég er að segja það er alveg með hreinum ólíkindum að við skulum horfa upp á það hér ár eftir ár hvernig er ráðist hreinlega að okkar minnstu bræðrum, þeim sem eru standa langkvöllustu fæti og eru hér í sárri fátækt, það er bara ráðist, þau eiga sem sagt að borga fyrir gæsku ríkisstjórnarinnar í kjarapakkanu núna með síðustu kaupsamning. Þetta get ég nú ekki tekið undir og það er auðvitað þannig að áður en þessi lög taka gildi þá verður núgildandi kerfi í gildi og þess vegna mun örorkulífeyrir og aðra greiðslur taka hækkunum næstu áramót þannig að það er ekki eins og þessi frost bara þar til að frumvarpið verður samþykkt en hvað varðar samþætta sérfræðimatið þá einmitt eins og Jóhann Páll sagði það er búið að skipa spurningin er eiginlega hvernig að þingmenn geta samþykkt þessi lög þegar að niðurstaðan eða hvað kemur út úr þeim er eiginlega algjörlega óvisst vegna þess að ég tel að þessi búið að setja inn þar hvaða hluta eigi að horfa til og velferðarnefnd hefur fengið kynningu á því sem að þarna á að vera inni og það sem mér finnst skipta svo gríðarlega miklu máli þar er að nú á ekki lengur einungis að líta til læknisfræðilegs mat á örorku sem að ég tel að sé skynsamlegt vegna þess að það eru miklu fleiri þættir sem að ráða
því hvort að fólk hefur starfsgetu. En ekki skiljanlegt að fólk fái svar við því sko hvert verður matið og hver verður niðurstaðan? Hvar lendi ég? Segir fólk bara? Já, það er mjög erfitt að vita það áður en að það er búið að leggja mat á einstaklingi. Það er nú talað það að það eigi að gera forprófanir á ólíkum hópum til þess að sjá hvernig þeir komi út úr þessu. Og hver á að leggja matið? Það sem að mér hver á að gera matið, Steinunn? Það er starfshópur sem á að það eiga að vera aðilar frá mjög ólíkum sviðum, endurhæfingar, þjálfunar, en það sem að mér finnst svo mikilvægt að verið að horfa til að það á að skoða stöðu einstaklingsins í samspili við þær skerðingar sem að hann hefur, það er að segja fötlunina, en í samspili við aðstæður einstaklingsins og umhverfisins, vegna þess að þú getur verið með einstakling sem að getur sinnt ýmsum störfum en vegna umhverfisins en físiska aðgengis eða annarra hluta á erfitt með að sinna vinnu eða tilteknum störfum og mér finnst þetta skipta svo gríðarlega miklu máli. En frumvarpið svarar þessu ekki, við getum tekið bara eitthvað dæmi eitthvað sem með sjúkdóm sem að veldur því að hann fær svona köst og verður óvinnufæri í 3 mánuði sem að engin veit almennilega hvenær koma og einhver getur úrskurðað það að þú ert með 60% starfsgetu, þú ert bara 40% örgi, en það er ekkert starf fyrir þennan mann, það er enginn sem til í að ráða mann sem að getur fengið dott í eitthvað kast og horfið í 3 mánuði inn í sjúkdómsinn og komið svo tilbaka. Það er rétt. Þetta er spurningarna sem að margir að spyrja sig. Og það eru held ég einna flóknustu viðfangsefnin. En ég held að það skipti jafnframt líka máli að vera með kerfi sem að gera það verkum að fólk í þessum aðstæðum, og ég er sjálf með einmitt svona kastasjúkdóm, vilji reyna fyrir sér á vinnumarkaði og þess vegna skiptir máli að virknistyrkurinn komi á móti, því að ef einstaklingur metinn með starfsgetu en það vill enginn ráðan, þá fær hann í það minnsta uppbót á lífeyrinn sinn þannig að hann sé jafnsettur þeim sem á örorkulífeyri. Og þá er hann settur í hamstrahjólið og þarf að taka hvaða starfi sem Nei, ekki hvaða starfi sem Þetta er óttinn sem að fólk hefur. Ég veit að þetta er óttinn sem að fólk hefur. En þetta er bara rétt. Því að starfsgetumat víða heim, ég tala ekki í Bretlandi, hefur bara reynst ákaflega illa. Enda tekur það ekki tillit til þessara umhverfisþátta sem að ég var að fjalla og það er bara stór galli á því, en það er einmitt verið að skrifa það inn í það hvernig hér eigi að haga matinu til þess einmitt að bregðast við því og vera meira í áttina því sem að gert er á hinum Norðurlöndunum. En finnst þér frumvarpið vera fullbúið til þess að þingið geti tekið afgreita? Sko, frumvarpið þetta bara í vinnslu núna í velferðarnefnd. Ég held að það séu atriði sem að þarf að skerpa á til að mynda að útskýra betur virknistyrkin eftir samtal við ráðuneytið. Það er bara vinna sem að er enn í gangi og ég get svo sem ekki sagt til núna hvernig líkur, þannig að ég held að eins og alltaf þegar að mál eru í meðferð nefnda þá séu oft einhverjar skrúfur sem að þarf að herða betur. En ég alveg stend við það að þetta frumvarp hér er það langsamlega besta og tryggir best kjör þeirra sem að einhverja hluta vegna hafa skerta starfsgetu sem að við höfum séð sem mútu að bera saman við, sem hafa komið áður. Já, enda var þeim ítt út á borðinu. En svo skulum við líka muna það að kerfið eins og það er í dag, það er líka vont og það er margstagað og bætt. Þannig að það þarf að gera breytingar. Inga, lítur þú svo á að ef þetta frumvarp hefur verið samþykkt að öryrkjastæðu ver á eftir? Já, ég lít svo á. Það er bara mjög fámur hópur þar sem að
stæði ekki einu sinni betur vegna þess að svo kjaragliðnun sem hefur orðið á en hópurinn sem að koma út úr starfsendurhæfingu og ég meina það er að fá fulla greiðslu samkvæmt nýja frumvarpinu, ef væri fulla greiðslu 385.000 krónur á mánuði fyrir skatt, hver getur lifað á 305.000 krónum útborga? Hver getur það? Hver getur það þetta? Á að rópa húrra fyrir því? En mér langar til að bregðast við þegar Steinunn gefur það í skinn hér áðan að ég hef sagt að gefið eitthvað í skinn að hér fær allt í frost þó svo að þeir kæmi ekki inn með þessa 11 milljarða núna inn í kjarabætur til þessa fátæka fólks. Það er nú enginn talað oftar þá Alþingi Íslendinga minnstu kosti síðan ég kom þarna inn að við áttum hér áður 69. grein almannatryggingalaga, það er lögbundin skylda að koma með leiðréttingu launa inn í almannatryggingakerfið 1. janúar á ári hverju, lögbundin skylda. Ég hef aldrei nokkuð tíma sagt að væri búið að afnema hana, hins vegar er búið að breyta þessari 69. grein í 62. grein, hún hefur verið þverbrotin að mínu mati alla tíð vegna þess að það er ákveðin gaffall í þessari grein sem gerir það að verkum að einstaklingar, öryrkjar og þeir sem er að fá greiðslur frá almannatryggingum, þeir eiga alltaf að njóta vafansu það hvort heldur er hærra launaþróun í landinu eða vísitala neysluverðs. Í þessu tilviki þá hefur launaþróun í landinu verið venju fremur hærri heldur en í vísitala neysluverðs. Verið gaman að sjá hvernig þróunu verður núna þegar að í rauninu við erum að glíma við alla þessa verðbólgu og allt þetta vegna þess að hoppa þarna á milli þeir láta í rauninni almannatrygginga þegarna ævilega fá lægri stöðulinn. Þannig að nú hefur kjaragliðnunin orðið síðan eftir hrun, eftir að hinn svokallaða frábæra norræna velferðarstjórn kom á öllu þessum hörmungar skerðingum og annars slíkt sem við erum að glíma við enn þann dag í dag, að þá er einfallega staðan svo að einstaklingar ættu að vera fá svona það bil 100.000 krónur meira á mánuði en þeir gera í dag ef þeir hefðu fengið að fylgja þeirri launaþróun sem að löggjöfin er að tryggja þeim. Við höfum hins vegar fengið nóga kjarabætur við þingmenn og liði sem eru á ofurlaunum, það vantar ekki að það er leiðrétt við okkur. En þeir sem hafa það báast, þeir eru látnið sitja eftir og meiri segja núna í þessu tilviki greiða fyrir kjarapakka ríkisstjórnarinnar núna í kjarasamningu. Það er ekki samþykkt á framsetningu en kjaragliðnun. Það er framsetningin í fjármálaáætlun að skerðingin sem að öryrkjar tóku á sig við hrunið þau hafa ekki fengið að bætt öfugt við alla samfélagshópa að það öryrkjar eru ennþá að borga fyrir hrunið. Það voru náttúrulega skerðingar í almannatryggingakerfinu frá upphafi, það var náttúrulega krónu móti krónu skerðing bara frá því þeir getur verið kannski ósammála hvernig eigi að vinna það tilbaka, þá er þetta sammála að það hljóta að vera krónu móti krónu, svo hefur dansað fram og tilbaka skerðingar. Að vinna það tilbaka. Já, en það held ég að það sé verið að gera það og sko, ég myndi segja að kjaragliðnunin hafi mitt verið mest hjá þeim sem að ekki búa einir og hafa ekki og hafa verið með framfærslu uppbót vegna þess að í gegnum tíðina þá hefur verið aukið meira í það sem að þann bótaflokk sem kallast heimilisuppbót en þannig að núna myndi ég segja er einmitt verið að bæta kjör þeirra sem mest hafa setið eftir og í það fara miklir peningar og það finnst mér mikilvægt. Þetta til dæmis öryrki sem er í sambúð og fær þar leiðandi ekki heimilisuppbót sem að þeir sem að búa einir fá og er kannski skertur út á tekjum maka og annað slíkt. Ekki skertur út á tekjum maka. Jú, þegar kemur að fjármagnstekjum sannarlega og þá ekkert að hreyfa við því í þessu frumvarpi. En ekki vegna launatekna maka. Jóhann Páll, Steinunn og Inga eru báðar með örorkumat og það sama á við Guðmund Inga Kristinsson sem er þingmaður Flokks fólksins og þetta eru þeir þingmenn sem hafa mest rætt málefni öryrkja í þinginu. Ein af áhyggjunum sem að formenn samtakanna í Geðhjálpar og Þroskahjálpar var að segja að það voru ekki svo vissar að þingið hefði raunverulega getu til þess að setja sig inn í þessi mál. Og þið kannast við að sumuleit það rétt að þessi mál sé rosalega flókin en að sumuleit það einhver góðsögn sem að menn gangast við til þess að setja sig ekki einfallega inn í það. Þú veist, sjávarútvegsstefna er mjög flókin, landbúnaðarkerfið er mjög flókið en það er eins og þingmenn veigri sig við að setja sig almennilega inn í málefni öryrkja
í skjóli þess að einhver sagði einhvern tímann að þetta væri svo flókið. Það væri bara einn maður í Íslandi sem skildi þetta og mér skildi þetta saman að þetta dáinn í dag. Já, en þú hefur svolítið verið að leggja fram að setja þig inn í þetta. En þetta ekki raunhæf svona efasemdir sem að formennirnir eru með, að þingið sé einfaldlega hæft að ræða sko kjör og lífsskilyrði öryrkja, verða þess að þingmenn bara ekki að setja sér inn í það? Jú, ég held sko, þetta eru flókin mál og þau krefjast tíma. Og það var þannig með þetta frumvarp að það átti samkvæmt upprunalegri þingmálaskrá að koma hérna inn í haust en kom svo inn, ég man ekki hvort það var í febrúar eða mars sem það flutt á þing. En þingmenn geta alveg verið að setja sig inn í það bara með að tala við öryrkja, með að leika sér á reiknivélanum hjá Tryggingastofnun. Það er ekki að setja sig inn í þessi mál. Nei, umsagnirnar eru líka mjög öflugar. Umsagnirnar eru góðar, ég held að þingmenn eigi alveg að hafa burði til að setja sig inn í þetta og almannatryggingakerfið okkar. Þeir eru ekki að því. Og maður heyrir það í umræðinni í þingi þrátt fyrir hvað þetta er rosalega mikilvægt mál fyrir stóran hóp, þá finnst manni sko umræðinni í þingi bara ekki vera að burða. Nei, og þetta eru meir en 20.000 manns sem eiga allt sitt undir þessu kerfi sem verður að vera í lagi. Ég hef gert mitt besta til að setja mig inn í þetta mál og eins og þú nefnir þá þekkja það er við borðið þetta kerfi eflaust miklu betur en ég. Já, maður þekkir það eigin raun. Já, þekkir það eigin raun. Ég hef aldrei Steinunn hefur ekki verið á því. Jú. Hefur þú? Ég hef bæði verið innan kerfis og En við skulum líka bara lengi fjallað málefni öryrkja. Við lengi fjallað málefni öryrkja og þú kom fram áðan að þú varst við borðið í hinum megin eiginlega Ég hef setið sem þingmaður. Ég meina kerfið upphálega, almannatryggingakerfið á Íslandi, það var í rauninni smíðað á einhverjum 10 árum í kringum seinna stríð af mörgum flokkum í mörgum löngum fösum þar sem, og það er í rauninni alveg ótrúlegt að skoða efni frá þessum tíma hvað þessir, þetta voru nú eiginlega bara menn þessi framsýnu menn sem voru að skoða hvað hafði gefist best á hinum Norðurlöndunum og svona, að setja sig mjög rækilega inn í allan litteratúrin í kringum þetta og smíðuðu þetta kerfi frá grunni á það bil 10 árum. Fyrst hét þetta alþýðutryggingar, svo almannatryggingar, það var stöðugt verið að breyta og bæta og ólíkt því sem stundum er haldið fram þá voru skerðingar í kerfinu alveg frá upphafi og það var móti krónu skerðing bæði á ellilífeyri og öðrum lífeyri alveg frá upphafi. Það var miklu meiri tekjutenging við afkomu makans. Það var tekjutenging ekki þessi svo kallega krónu móti krónu skerðing frá upphafi. Jú, hún getur lesið Ég hef lesið. Já. Þetta var þannig í kerfinu. En ég er að spyrja þig, Jóhann, hvort að þingið þessi 63. Já, nei, ég meina það verður bara að gera þá kröfu til þingsins. Öryrkja, þannig það voru eftir 59. Er þetta fólk bara tilbúið til þess að afgreiða mál? Ég vil alltaf frekar að þingið geri það heldur en einhverju teknokratar inn í einhverju ráðuneyti eða inn í Tryggingastofnun, sko. Við erum lýðræðislega kjörin til þess að setja okkur inn í þetta og gera þetta og það gerum við í samráði og samstarfi við fólk sem best þekki til og það verður bara að gera þá kröfu til allra alþingismanna að standa undir þessu. Ég hugsi ykkur hversu lágt er hægt að leggjast eins og til dæmis með þessi aðför sem er að fólki sem hefur hreinlega flúið land vegna fátæktar hérna. Og það er verið að kalla eftir því að fella niður persónuafslátt af þeim þrátt verið þau greiði skatta til Íslands og þá langar mér sérstaklega að nefna það. Ég kom með fyrirspurn til ráðuneytisins og ég fekk svar. Ég fekk svar það að þetta myndi bara alls ekkert verða eins og við varum að mála upp. Þetta myndi ekki skaða einn eða neitt og svari kom frá fjármálaráðuneytinu. Á sama tíma þá var þetta frumvarp tekið eins og gott og gilt í desember síðastliðnum og þessir rúmlega 3000 einstaklingar voru skertir sinn persónuafslátt 1. janúar síðastliðin, þá bara tekin af þeim þessar ríflega 60.000 krónur í persónuafslátt, alveg svona eins og lögin hefur tekið gildi sem þau höfðu ekki gert og svo kemur ráðuneytið og segir þetta myndi ekki hafa neina áhrif. Hvað eru þeir að segja? Hvernig á maður geta unnið með svona og talandi að tala við það kemur frá ráðuneytinu og kemur frá ráðuneytinu. Ég gef frat í svona ráðuneyti, ég vil bara segja það og ég ber ekkert traust til þessara ráðuneyta sem við þurfum að glíma við hér dagstaglega. Hvaða nafni sem það tjáir að nefna hér í dag? Þessu fyrir þinginu til þess að fara að taka þetta mál, þetta frumvarp fyrir, fara að gaumgæfilega yfir það, meta það og afgreiða. Nei, ég ger það bara alls ekki vegna þess að það hér er ráðherraræði og hér er einræði, þannig að það er alltaf meiri hlutin í þinginu sem stýrir og stjórnar þessu öllu saman, talandi að fá einhverja bírókrata og sérfræðinga héðan og hvaðan til þess að fjalla okkur.
til að falla einstaklingin, við erum öll ólík og ég myndi aldrei nokkuð tíman að meta einn eða neitt öðruvísi heldur en að fengi eitthvað að segja það sjálfur. Hvernig hægt að draga fólk svona fyrir utan það og ég vil bara koma hér skýrt fram. Ég hef upplifað mig sem fatlaður einstaklingur sem ég vildi náttúrulega aldrei viðurkenna að væri eins og 10. flokks þjóðfélagsþegn allan tíman sem að maður var að gösla í gegnum þessa tilveru sína sem lögblindur einstaklingur. Það ekki fyrir að maður kemur hér á Alþingi Íslendinga og komið einhverja tekjur og farin að komast að mikrofóninum og fá að tjá sig og annað slíkt sem að ég get svona þokkalega sett mig samstíga öðrum í samfélaginu. En það litið niður á öryrkja, það litið niður á alla þá sem að í rauninni eiga undir högg að sækja í þessu samfélagi. 10. flokks þjóðfélagsþegnar, það það sem við erum og það sem að hefur skýrt komið fram og segir hérna núna, nei, það ekki bara læknisfræðilegt mat, það allir aðrir að koma að því að meta þína starfsgetu en þú sjálfur. Nei, það ekki rétt. Jú, það ekki rétt. Það hárrétt. Það ekki rétt því að inn í samþætta sérfræðimatinu líka gert ráð fyrir sjálfsmati þar sem að einstaklingurinn segir frá sinni reynslu. Og hvað mikið að taka mark á honum? Þetta ekki skrifað inn í lagateksta, sko. 10%, nei, það enga leiðbeiningar í lagatekstanum það hvernig þetta samþætta sérfræðimat á að fara fram. Það bara eiginlega ekki neitt, sko. Við munum aldrei leipa þessu í gegnum þingi eins og það aldrei. Hópi og TR fyrir því að útfæra þetta. Við munum aldrei leipa í gegnum þingi? Nei, ekki eins og það Hvernig ætlar að stoppa það? Nú heldur við gerum það ekki bara ræðum málið alveg til 2025 að þessi ríkisstjórn farin frá. Ég veit samt ekki hver á að breyta almannatryggingakerfi í landinu ef ekki þingið. Auðvitað á Alþingi að gera það. Auðvitað á Alþingi að gera það. Ég var bara að tala getuna, sko. Þannig að Alþingi á að gera það, en ég treysti því ekki. Ekki viljum við þetta séu renni bara í gegn á einhverjum kvöldfundi rétt fyrir þinglok. Eins og ég. Hversu mikið ofríki við erum að búa við enda höfum við náttúrulega fjallað málið bara einræði og ofríki. Enda höfum við fjallað málið á mörgum fundum í velferðarnefnd þar sem að fólk að spyrja gagnrýnina spurninga. Ég hugsa að þó svo ég get ekki sagt að við munum sjá breytingar á þessu frumvarpi en svo finnst mér líka mikilvægt að horfa til þess því að Jóhann Páll var hér að rifja upp svolítið sögu almannatrygginga í landinu að aðstæður í þjóðfélaginu þær breytast líka sem betur fer fólk að lifa lengur með skerta starfsgetu og langvarandi sjúkdóma sem það hefði jafnvel dáið úr hér áður fyrr og mér finnst mikilvægt að sníða kerfið þannig að það tryggi framfærslu þessara hópa en geri þeim jafnframt mögulegt að vera á vinnumarkaði og bæta kjör sín og það nú eitt af því sem við kannski ekki rætt það að fyrir þau sem að verða metin með hlutaörorku að þar eru frítekjumörk sem að eru mun rýmri en þau sem að eru núna enda þar gert ráð fyrir því að þar sé fólk sem að með starfsgetu yfir 25%. Þannig að mér finnst við líka þurfa að þróa kerfið okkar í takt við samfélagið eins og það en auðvitað ekki að missa sjónar af því að þetta eru almannatryggingar sem að eiga að tryggja framfærslu fólks sem ekki getur einhverja hluta vegna að afla sér tekna sjálf. Heldur að þingi afgreiða núna í vor? Ég vona það. Nei. Og í þessu samhengi það skiptir líka bara máli hvernig vinnumarkaðurinn þróast og að vinnumarkaðurinn sé tilbúin fyrir þetta og þetta nú eina af þeim athugasemdum sem hefur komið fram hvar eru öll þessi störf sem fólkið á að ganga í? Margir vilja halda fram að þróunin sé þveröfuga, meiri kröfur á fólk og við sjáum hvað hið opinbera til dæmis stendur sig svakalega illa þegar kemur að því að kemur að hluta störfum og störfum fyrir fólk með fötlun. Ekki svolítið mikill munur á því hvort gefin kostur á því að vinna eða hvort þú þvingaður í það? Það sem ég hef áhyggjur af að nú staðan þannig að mjög stór hluti öryrkja einmitt á aldrinum 50 ára og yfir. Þetta mikið af fólki sem bara stundum þetta líka bara fólk sem hefur unnið við erfiðistörf alla ævi hefur hreinlega slitið sig út. Í Danmörku var farið svo leið fyrir nokkrum árum snembær eftirlaun. Já, snembær eftirlaun, einmitt. Ég meina, núna ég var að lesa fréttir af honum Arne Jul í Danmörku sem
sem varð frægur núna í kosningabaráttu sósíaldemókrata árið 2019 og eftir honum nefnt það sem kallað Arne Pensjón, snemmtaka lífeyris fyrir erfiðisvinnufólk. Það sem ég hef ágjur af í þessu frumvarpi að Þau eru ekki á dagskrá íslenskra stjórnmála. Þau eru aldrei ekki á dagskrá íslenskra stjórnmála að hækka eftirlaunavaldurinn. Nákvæmlega. Það líka verið að hækka í Danmörku fyrir aðra sem það ekki verið að taka tilliti til þess sem að koma á örorku. Það sem ég hef ágjur af einmitt þessi hópur að fólk sem búið að slíta sér út á langri starfsævi fái ekki að ljúka starfsævinni með reisn, heldur verði neytt inn í eitthvað starfsgetumatskerfi þar sem Tryggingastofnun einhvern veginn svolítið með svipuna á lofti. Taktu starf, mættu í atvinnuviðtal, annars verður þau fyrir framfærslu missi. Og þetta alveg óþolandi tendens að vera alltaf að nota óttan framfærslu missi sem einhvers konar hvata til virkni. Við hljótum að geta farið aðra leiðir til þess að tryggja að fólki geti liðið vel og tekið þátt í samfélaginu, frekar en að vera alltaf með svipuna á lofti einhvern veginn. Þú verður að mæta í atvinnuviðtal, þú verður að taka hvaða starfi sem býðist, annars munum við fella niður virknistyrkinn þinn og þú dettur langt undir lágmarkslaun í 2-3 mánuði. Við getum ekki byggt kerfið upp svona. Annað sem við gerðum núna eða var gert í þinginu og var það ekki fyrra minni mig, þar sem að ráðherra félags- og vinnumarkaðs kemur með frumvarp að lengir í rauninni hins svokallaða endurhæfingarlífeyri sem að þá var í 3 ár, lengir það upp í 5 ár, reyna að hafa fólki í endurhæfingu árum saman án þessi rauninni það í kosta að fara inn á örorkukerfið og það náttúrulega sýnir sig sjálft að það hefur dregið mjög mikið úr í gengi örorku akkurat núna en það eitt. En það annað, ég að fá hér ítrekka kveðið frá fólki sem einmitt á endurhæfingarlífeyri. Það dettur niður eftir x mánuði og það þarf að byrja ferlið alveg upp á nýtt og alltaf upp á nýtt. Ég að fá hér grátandi einstæðan föður sem að fær ekki ennþá búin að detta niður hjá honum vegna þess að Tryggingastofnun hefur dregið lappirnar og alltaf að biðja eitthvað annað og eitthvað meira og þetta ekki nógu gott og þetta ekki nógu skýrt. Alveg eins og megi ekki líta til þess þegar einstaklingurum var á endurhæfingu fyrir mánuði síðan með fullta gögnum og alls konar gögnum og umsýslu sem hann búin að standa í að afla sér en núna detta niður vegna þess að tímabilinu þínu lokið elskulegi maður eða elskulega kona og við bara ætlum að láta eins og sé ekki til nein gögn hér þig, farðu aftur upp og nýtt og brasa þá frá á milli í kerfinu og reyndu nú að safna nógu mörgum gögnum fyrir þig, alveg upp og nýtt, alveg eins og hinn gögnum, veistu það? Þessi einstaklingur hann búin að niður í launum núna í 3 mánuði og hann enn að glíma við þetta. Hann með 0 krónur. Og þetta á að taka utanum þegar kemur að einmitt lengingu endurhæfingar tímabilsins og ég held að það skipti máli því að sum eru bara að glíma við þannig veikindi eða skerðingar að endurhæfing getur tekið langan tíma. Og ég ætla bara að taka undir með Jóhanni Páli með það að það hefur sýnt sig að það oft sérstaklega konur sem að hafa verið að vinna líkamlega erfiða vinnu sem að hafa verið að fara á örorkumat. Hluti af þeim hópi myndi ég halda heima í endurhæfingu. Hluti af þeim hópi myndi ég halda myndi raðast í samþættu sérfræðimati inn á örorku en hluti af þeim hópi held ég líka að yrði metin með starfsgetu og ég bara ekki sammála því að virknistyrkurinn sé þessi mikli refsivöndur. Ég tel hann einmitt vera afkomu tryggingu sem gerir það að verkum að þú þarft vissulega að taka þátt í vinnumarkaðsúrræðum en og það einn af stóru göllunum sem voru þegar var verið að tala breytingar á kerfinu hér fyrir kringum 2016 var að þá átti bara að meta fólk til hlutaörorku og í rauninni
gera það svo bara algjörlega háð vinnumarkaðinum það hvort það myndi ná upp í frekari framfærslu. Það verið að koma til móts við það hérna. Herðu, Steinunn ætlar að ná þessu gennum þingið. Inga ætlar að stoppa það. Já. Hvað ætli þau að gera í samfélaginu? Við viljum sjá mjög mikla breytingar á málum. Gera breytingar, þá skulum við samþykkja allt sem til bót. Við getum ekki leyft þessu að einhvern veginn líða ljúflega í gegnum þingin nema að það verði breytingar á málinu. Það verður þingið einhverja vikur. Já, ég meina það verður að tryggja raunverulega kjarabót. Það verður að tryggja og ég ætla að segja það aftur að því að Steinunn Þóra segir ég fari ekki með rétt mál þegar ég að benda á það að þessir 11 milljarðar sem áttu að fara beinustu leið inn í það að hækka framfærslu almannatryggingaþega. Það stendur skýrum stöfum í bæklingnum sem við erum með fjármálaáætlun. Hvort það var bæði á blaðsíðu 64 eða 8 og 130 eitthvað. Það stendur skýrum stöfum að það er frestun á þessum 11 milljörðum því það þurfa að nýta þá í þá aðgerðaráætlun sem að koma núna inn í kjarapakkan við síðustu kaupsamninga. Það stendur skýrum stöfum. Það stendur í fjármálaáætlun. Það stendur þar og bara svart á hvítu þannig að það eru öryrkjar sem eiga að greiða fyrir og fresta þeirri kjarabót sem þeim var lofað, fresta þeirri kjarabót eina ferðina enn vegna þess að það á að nýta þessa kjarabót sem að þeim veitir ekki af í eitthvað allt annað. Þeir sem lesa þetta frumvarp sjá það hins vegar að það er ekki hægt að láta þetta frumvarp taka gildi nú þegar vegna þess að það er verið að gera kerfisbreytingu og Tryggingastofnun þarf tíma til þess að vinna að henni til þess að þessi hægt að framkvæma. En hún þarf engan tíma Steinunn til þess að setja fjármagnin í þetta. Hún þarf enga einustu aðlögun að því að setja þessa 11 milljarða inn í kjarapakka. Það mútur setja það inn í gamla kerfið ekki. Já, bara uppfæra en það er þá til að mynda ekki til þess að hækka þau sem að eru með lægstu greiðslurnar núna eins og þessi kerfisbreyting á að gera. Herðu, þið þurfa að ræða þetta niður í þingi og ef að fram þessum horfir þá verður það líklega að verður þingi starfandi í einhverja vikur, býst ég við, og ég fæ ykkur kannski... Við erum alveg til fram að næstu kosningu. Ég fæ kannski ykkur til þess að koma og ræða þetta mál aftur, því eins og ég segi þá er þetta stórt mál og flókið, eða svona. Það er ég held að fólk þurfa að venja sig við að heyra þessi hugtök og fara yfir dæmin til þess að átta sig á þessum breytingum. Kannski fæ ég ykkur hingað bara aftur. Ég held að við getum bara sagt með sanni að við munum verja hagsmuni þessa hóps. Það tel ég mjög svo sannarlega líka verið að gera. Þið teljið ykkur alls vera því. Steinunn, Inga og Jóhann, kærar þakkir. Takk. En ég sitt hérna áfram að reyna að skilja þetta samfélag. Næsti kafli eftir augnablik. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.